Já, það eru hafnarverkamenn hjá Eimskip að þeir vilja gangureflingu og yfir í Sjómannafélag Íslands hafa stofnað félag hafnarverkamanna sem að kannski verður ekki sjálfstætt félag, heldur deildinn í Sjómannafélaginu, þannig að ég vitið almennilega, en þeir eru ekki komnir, hérna, formaður og varaformaður, Jón Arason og Sverrir Fannberg Júlíusson. Verið velkomnir. Takk. Maður spurði Jón, af hverju viljið það? Af hverju viljið fara úr Eflingu og yfir í Sjómannafélagið? Nú í fyrsta lagi bara það, við vildum bara sjá okkar mál sjálfi bara. Við höfum engin áhrif innan Eflingar, eins og með svona samninga og kjaramál og svoleiðis. Þannig að við myndum vilja sjá bara okkar mál sjálfir. Það var megin atriði sko. Meira að sjálfstætt félagi eða þá deild? Já, bara deild innan Sjómannafélagsins. Sverrir, það er málið? Já, sko Þetta er sjálfstæðisbarátta, hafnarverkamanna? Já, þetta er það náttúrulega, það sem að sko spurningin eins og Jón segir að fá að sjá okkar mál sjálfur vegna þess að við eigum kannski ekki samleið með öllum sem eru innan Eflingar. Efling er náttúrulega mjög stórt stéttarfélag og Hvernig þá, með hverju megið ekki samleið eða? Sko, yfirleitt Eða hefur Efling breyst þannig að þið einu sem var, voru þið í Dagsbrún, það var bara kallar í því félagi? Jú, þá voru kallanir á Eyrinni voru hjartað í Dagsbrún, eða ekki? Jú, allavega vildi Guðmundur Jaggi meina það á þeim tíma og en þetta er sko þessi hluti Eflingar sem að vinna í Eimskip eru þeir sem að vinna nýra á bryggjunni. Bæði bílstjórar, tækjamenn og ýmislegt annað, bæði kallar og konur. Og þetta hefur verið svona, ég hef náttúrulega unni hjá báðum fyrirtækjum, bæði hjá Samskip og Eimskip. Og maður hefur svona tekið eftir að kannski samlegin sem slík, jú, en þetta er spurningin að geta komið þeim áherslum sem að skipta okkur máli sem hópur þarna niður frá. Við erum náttúrulega að vinna áhættustörf, bæði liftarar og sísumenn og annað og töldum okkur það bara að vera betra við athugum hvort að við gætum unnið eitthvað með Eflingu á sínu tíma og því miður ekki hægt þá. Þannig að þá fórum við bara að leituðum annað sem við vorum búin að verkunir. En talandi eitthvað sem hættulegt að olíuflutningavinninni fengu auka hækkun núna út af að það var eitthvað hættulegt að flytja. Já, með ADR réttindi. Það var svoleiðis með hækkun og hvað var ekki eitt launaflokkur eða? Jú, það var hækkun á álæginu. Já, álæginu, 620 krónur minni með held ég á tíman. Á per klukkutíma. Þannig að þið hafði ekki náðu ykkur slíku fram. Já, það er bara, sko, síðasti samningur sem var gerður 2008, sem orðið alltaf langt síðan. Svona samningur, kjarasamningur. Sérsamningur við hafnarverkamenn. Já, 2008 og það hefur ýmislegt breyst á þessum tíma. Bæði Eimskip hefur stækkað, orðið mun meiri vinna, yfirvinnan orðið miklu meiri og fleiri skip og fólk að sko til þess að hafa nokkuð gott þarf að vinna rosalega mikið til þess að hafa gott út úr þessu og þetta er náttúrulega vont sko þegar þú ert að tala fólk sem er með fjölskyldur eins og í dag þá viltu eiga tíma með fjölskyldinni, þú vilt eiga frítíma með fjölskyldinu og fólkinu þú vilt ekki þurfa að vinna allan sólarhringinn og bara með mig til dæmis ég tók rúmlega 300 tíma í einu mánuði og svo tók ég þó nokkuð minna mánuðin þar á eftir ég var með Sibba útborga veistu hvernig það gerst? En náttúrulega því meiri yfirvinna sem hún tekur þá ertu að fara í hærri skattþrep og þá náttúrulega minnkar það sem hún ertu að fá það er alveg ótrúlegt hver munurinn er mikið, hvað tekið er í skatt og með hvað þú ert að vinna miklu yfirvinnu. Þið, ekki það eina kröfunum ykkur að lækka skatta það væri ágætt lækka persónuafslátt en sko félögin hafa verið að stækka eins og Efling er náttúrulega samsett úr sko ekki sókn og framsókn og Dagsbrún og eitthvað líka fyrir austan fjall og alls konar félög og með sömu áframhaldi myndi maður geta spáð því að Hlíf myndi fara þann inn og svo endanum færi sko verkefnisfélag
í Keflavík líka inn í sama félag, eitthvað svoleiðis. En þegar þetta gerist, og þetta ekki kannski frá iðnaðarmönnunum líka, það verður að samina þau og þá segja menn svona, það var nú skemmtilegra þegar maður mætti bara í trésmiðafélag Reykjavíkur og hitti menn sem voru eins og ég með sömu hagsmuni. Þetta þekkt inn í verkefnishreyfingunni. Þá maður að spyrja, hvað mikið að vilja eitthvað til þess að fara út úr Eflingu bara svona atriði? Að vilja vera svona bara með þrengra félag sem hérna með fólk með líkari hagsmuni saman, eða eitthvað sérstakt við hafnarverkamenn og Eflingu? Já, ég veit ekki. Verra að fara með ykkur inn í Eflingu heldur en bílstjórana? Sko ég vil hafa þannig að það ekkert farið illa með hópin. Málið að það heyrist ekki í mannhafinu? Nei, eins og þetta var áður fyrir, eins og þú bersinlega bentir á hann þegar dagsbrún var, að það voru hafnarverkamenn ákveði hjarta af því, þú sér það ef að hafnarverkamenn hætti að vinna, stoppa, þá ákveðin partur af landinu sem bara stopp. Enga vörur, ekki neitt, engin innflutningur, engin útflutningur. Það ekki það sem við erum að reyna að leita einu sinni eftir. Þú veist, við viljum bara að kjörin okkar séu betri, að við getum fengið að setja niður þær áherslu sem skipta þennan hóp máli, vegna þess að sko hvort sem við værum í Eflingu, hefði Efling á þeim tíma sem við rættum við þau verið tilbúin að vinna með okkur í að gera til dæmis deild innan Eflingar á þeim tíma. Það hefði alveg verið, þú veist, að skipta ykkur máli þannig sér hvar við vorum. Við hugsuðum að gera þetta sjálfir, bara að stofna okkar eigistéttarfélag. En það náttúrulega aðeins meira heldur en að segja það. Og það búið að reyna þetta að samkvæmt því sem að mér skilst af félögum okkar sem eru búin að vinna á kantinu lengi, að það búið að vera að hugsa þetta í 20-25 ár að gera félag hafnarverkamanna. En það hefur aldrei náðust fyrir núna. Að ná þessari samstöðu innan hópana sem að... Og hver samstöðan? Þetta allir sem að vinna hjá Eimskip niður á... Sko, við náttúrulega fórum í þá vegferð þegar við byrjuðum að ræða við bæði Samskip og Eimskip, strákana þar. Og eins og hefur verið sagt margoft að þetta náttúrulega mismunandi þjóðfélagshópar, mismunandi fólk frá mismunandi löndum, þú veist, sem að að koma... til dæmis frá löndum sem að kjarabarátta nú kannski ekki sett efst upp á lista og engin stéttarfélög kannski eða neitt annað sem að berjast fyrir, þannig að skilningurinn kannski ekki alveg nógu góður. Við náttúrulega fórum í þetta, byrjuðum á þessu núna í sumar, þar sem við fórum svona að ræða þetta alvöru og svo rættum við félag okkar í Samskip og rættum við félag okkar niður á bryggjunni. Það hefur rúmlega 64 sem að skrifuðu undir að ganga yfir í nýtt félag niður á bryggju hjá okkur. Það náðist ekki á réttum tíma með félag okkar hjá Samskipum, en ef allt gengur eins og það vonandi gerist, þá munu þeir koma til okkar þegar nýju samlingar eftir ár. En eru allir, verður þetta þannig að ef að ég fer að vinna á Eyrinni hjá Eimskip, að þá munu ykkar samlingar, ef þetta gengur eftir hjá okkur, munu þá ykkar eða verður tveir samlingar, eða annars verður þær að velja hvort ég ætla að vera í Eflingu eða Sjómannafélagi Íslands? Já, það nú fer bara eftir félagsdómi, hvort að við... það er komið ljós. Já, það er komið ljós. Það var í dag málflutningur í þessu, líklega kemur niðurstaða í lokavíkunar. Já, hvort að þið fáið að gera þetta. Já, gangur Eflingu í Sjómannafélagi. Hvort þið megi gera þetta á meðan að eru kjaradeilur, það eru nú búnar, eða ekki? Já, sko, ágreiningurinn eiginlega eins og vilja sem stefnuna, þá ágreiningurinn sá að við höfum ekki skilað inn á réttum tíma, að það hefur verið byrjað að kjara viðræður þegar við skilum inn, nema að sko allir pappírar sem við skilum inn eru deytaðir alveg 2 vikum áður en að var byrjað að ræða saman, formlega. Þetta náttúrulega skiptir máli að þessi formlegar kjara viðræður, ekki bara vera að spjalla saman út í horni. Og það það sem við erum að reyna að fá í gegn og líka að spurja náttúrulega félagsdóm að því, ef ekki núna, hvenar? Og hvaða klukkutíma, hvaða mínútu, hvenar megum við gera þetta? Það eiginlega það sem við viljum fá að vita. En af hverju haldið þið eitthvað minni líða betur í Sjómannafélagi Íslands? Sjómannafélag Íslands ekki ASÍ, skiptir það máli? Það ekki skiptir einu máli fyrir okkur, sko. Já. Af hverju finnst ykkur að vera í samleið með köllunum á frakturunum? Já. Sko, þetta nú sumstaðir þetta í sama félaginu, altså fraktarasjómenn
hafnarverkamenn, jáfnvel bílstjórar, ég held að þannig svolítið í Bretlandi. Bara mjög gott að hafa rótgróði félag bara bak við okkur líka. Já. En svo náttúrulega líka það sem við erum að sækjast eftir sko möguleikin að geta komist inn í ITF sem alþjóða International Transport Association sem náttúrulega ákveðin sem sagt bakland sem þú hefur þá líka. Sem að sjómannafélagið inni. Sem að sjómannafélagið í. Svo fraktara sjómennir eru inn í því. Já. Og þetta oft félög það sem eru líka hafnarverkamenn og bílstjórar. Já. Og þetta eru mjög stór samtök og að geta haft svona gott bakland á móti sér, segjum það, ef að færi í það allra versta að það yrðu verkvöld. Segjum það, þú veist. Að þá maður með þennan stóra bakvall til að hjálpa sér í sinni kjarabaráttu til að gera betur. Þú veist, við erum þá ekkert bara þessir 60-70 kallar á kæjanu lengur. Sem stjórnir í hvort að vöru komin til Íslands? Nei, og þú veist, það liggur ekkert bara þá okkur. Ok, en hvað viljið þið? Er þetta herskátt verkefnisfélag? Haldið þið getið... Nei, ég get ekki sagt það. Við erum bara að hugsa fyrst og fremst okkar hagsmuni. Já. Og þið teljið að þið getið sótt hærri laun? Já, ég meina allan kjarabætur, já. Hvernig tekur Eimskip í þetta? Sem nú að stærstu leyti Samherja? Maður hefur ekki heyrt mikið frá þeim þannig, sko, en maður veit ekki hvort það sé með þessu eða móti þessu. Þannig sé, sko, en maður reikna með að sé hlutlausir eins og þannig að þið fór í þetta með okkur Efling. Þeir eru náttúrulega saman í þessu Eimskip og Efling í félagsdómi. Þannig að verða að fara náttúrulega löglegin í þessu. Þannig að það kemur bara ljós hvernig það verður. Já. Eins og þú sagðir áðan. Já. Úr félagsdómi. En þessi sem eru með okkur í þessu, þessi 60, það ekki allir sem eru hjá Eimskip? Það er ekki allur hópurinn sem er hjá Eimskip en hafnarverkamenn hafa klofnað? Nei, ég myndi ekki segja klofnað, það bara hópurinn með mér sem áslöðu, það eru sumir sem að hætta núna eftir á árinu eða næsta ári sem þú veist, bara alltaf klára það sem þeir eru, skilur, en eins og þegar þú ert ráðin í vinnu, ég til dæmis hef borgað í allt annað stéttarfélag heldur Eflingu, ég náttúrulega kem út á landi. Já. En svo þegar þú mættir í vinnu þá bara sagt við, hér eru Eflingasamningar og þú þarft að borga Eflingu. Og það fyrir mér það ekki félagafrelsi að hafa, að þér sé sagt bara þú eigir að borga þarna. Þetta er spurningin að fólki sé að fá borga fyrir vinnu sína. Það okkar krafa í vinnu að fólki fái vel borga. Við erum með fyrirtæki sem er með 8 milljarða að hagna á síðast ári og eru strax farnir að tala 2 ný skip einhvern veginn á næstu 3. Þannig erum við með hóp sem er tilbúin að vinna þegar kallið kemur og eru stundum að vinna mun meira heldur en þeir eru nægt að gera vegna þess að þeir hafa trú á fyrirtækinu og vilja náttúrulega láta fyrirtækinu ganga vel vegna þess að það ætti náttúrulega að drippla niður til þeirra sem eru undir og það það sem við viljum sjá þegar við fórum út í þessa vegferð að þetta sé að drippla ekki hálfa leið, þetta sé að drippla alla leið niður. Þú veist að dróparnir sé að líka lenda á verkamannum, hafnarverkamannum sem í drullu kulda úti að skóa gáma eða keyrandi með 20-40 tonna gáma kannski fulla að sprengja þess vegna Og Eimskip hefur grættu mikið á COVID þegar það voru svona hækkaði flutningsgjöld út allan heim og líka í kjölfara Úkraínustríðinu, þannig að þeir hafa grætt á því sem að þeir voru ekki að búa til. Þetta bara borist til þeirra. Herðu, ég tek eftir að þeir eru eins ból. Ég hafnarverkamaður. Ég stopp ekki þegar ég er þreyttur, ég stoppa þegar ég er búinn. Þetta frá félaginu? Þetta frá félaginu. Þú ert líka með bolla? Jú. Með logo'n á og sami text aftan á. Já. Og ég sá að, þú að búa til hann að verkamaðurinn sem vefur? Já, ég og þeir eru komið málgagn líka? Já, hann ekki neitt á vegum félags hafnarverkamenna. Þetta svona þegar þetta byrjaði allt saman núna, kæra baráttan, að þá fannst félagum mínum og mér, þetta var svona mikið út allt fréttir. Þú veist, þetta var ein frétt þarna sem var ekki saman á þarna megin, þannig að
við ákváðum að reyna að gera vefurinn sem að samina fréttirnar á eitt stað fyrir þá sem að hafa áhuga að verka lýðismálum og og bæði sem við höfum, já, og ég skal alveg viðurkenna það, Gunnar, fyrir árið síðan þá hef ég engan áhuga á þessu. Mér langaði ekkert að fara út í þetta. Þetta var ekki það sem ég langaði bara að vera lífstálmaður að búið, sko. En eftir ég byrjaði að dútla í þessu með Jóni og félögum okkar, þá þetta farið að vera miklu skemmtilegra. Ég náðu svona fylgjast aðeins með og sjá gamla ræður eftir jakkan og annað og þú veist, ef maður hefur áhuga fyrir því að hlutni gangi betur, þú veist, þetta er ekkert spurningum að gangi vel fyrir mig eða fyrir Jóna Ara eða fyrir stjórnina eða hvern annan, þetta er aðalega þetta fólki á bryggjunni sem skiptir máli að maður. Þetta er ekki við, sko. Við erum bara málpípur fyrir þennan 60 manna hóp þarna niður frá. Það eru breytingar í fórustu eflingar, 2018? Sólveig Anna var kjörið formaður. Hvernig finnst ykkur hún standa sig? Þú var það? Já, svona upp og niður bara ég korkin ég veit ekki, stundum finnst mér standa sig vel og stundum skil ég ekki hvað hún er að fara þannig að hvaða leiðir hún er að fara en ég menna hún er bara að hugsa fyrst og fremst sitt fólk. Þið eru hennar fólk, eða ekki? Já, jú, við erum hennar fólk núna, allavega eins og er þannig að en við vildum undarlega hugsa fyrst og fremst okkur þess vegna fórum við í þessa vegferð á þeim tíma. Hvað séu þú Sverrir? Hvernig finnst þér fórstaða hlutir? Sko, mér persónulega finnst hún vera að gera góða hluti og hún er svona sko fyrir mitt leiti, ef ég á að vera alveg hreinskilin þá finnst mér verkalýðsbarátta á Íslandi eiginlega meira og minna verið hálf dauð síðan að Guðmundur Hjaki hætti. Svona með við það sem maður hefur lesið og annað, sko þetta er maður sem maður gæti kallað fund á laugardaginn klukkan 1 og hann gerði það klukkan 11 og það var samt fullt hús. Verkalýðsbarátta, það hefur engin, ég geti sagt það bara eins, mér hefur ekki fundist verið neitt almennilegu leiðtogi sem hefur náð að samina fólkið. Og ég vona svo sannarlega að það sé hún, að hún sé þessi leiðtogi sem að verkalýðshreyfingin er búin að vera að bíða eftir. Og maður hugsaði það líka með Villa og Ragnar að þetta væri svona þrenning sem að gæti orðið svona til þess að samena vegna þess að þú veist 23% kosninga hlutfall er ekki mikið og ég tel það sé það þykir mikið í dag það þykir mikið í dag það var bara 5% sko fyrir nokkrum árum en það er samt grátlega lítið ef þú getur eins og þú sér þarna það er gerður miðlunum til það 23% sem kjósa alveg saman þó allir eru sagt nei þá er það samt tekin í gegn og þannig að þú veist þetta er rámt. Sjómannafélag Íslands hefur líka haft umdeilda fórustu. Þar er komin nýr formaður Bergur tók við af Jónasi Garðars sem Jónas er ennþá að vinna þarna og hann er eiginlega tengdur út í hann er með fraktarana og tengdur út í alþjóða hann er starfsmaður ITF sem að ykkur langar að tilheyra. Það er líka umdeildamaður, Jónas Garðarsson. Já, það er allir umdeildir einhvers staðar. Þú veist en sko persónur er eitthvað sem að við látum alveg vera. Við erum ekki að fara að ræða neina persónur, við ætlum ekki þú veist það sem að fólk gerir, það gerir skilur og það er ekki okkar að við erum að koma nýra borðið. Þeir eru ekki að kjósa Jónas Garðarsson. Nei, við erum ekki að dæma menn. Við dæmum ekki fólk. Málið er að við fengum tilboð frá sjómannafélaginu að geta komið þar inn sem deild með okkar eigin stjórn þar sem við getum unnið á okkar málum, fengið aðstöðu og húsnæði og annað og við vorum tekin þar inn milli jól og nýjás að stofna deild. Við vorum óskaplega þakklátir fyrir það að hafa tekið þetta og ekki einu sinni félag sem er til, þannig séð. En þeir tóku samt við okkur og hafa sýnt okkur alveg ótrúlega stuðning og vilja hjálpa okkur mikið það sem við erum að gera. Þú spurðir vandur Sólveig á hann. Ef að Sólveig kemur og setti þetta ég myndi vandalega óskun til hamingju með það sem hún náði að gera á þessum hræðilega erfiða tíma við samtök atvinnulífsins. Það fengu starfsmenn samskipa, smá aukast bita. Herru, Bildar, takk fyrir að koma hingað og við sjáum bara til líklega í lok vikunar hvort að þið séu að verða deild í sjómannafélaginu eða ekki. Það kemur í ljós. Herru. Og núna flettum við bókinni aðeins og tökum fyrir næsta mál eftir augnablik.